Nú ætlum við að taka smá upprifjun úr vefforritinu 1 og þetta miðað við námsefni sem var núna í áfanganum árið 2022 er svona kannski 90% sama og var árið 2021, svona 80% sama og var árið þar á undan og svo framvegis. En eins og við erum búin að fara yfir þá gerir ég ráð fyrir að þið kunnið HTML, CSS og JavaScript og að nota Git og GitHub og nota svona command line interface tól og að nota npm og að þið hafi nota lintera og formatera og við gerum það í vefforritinu 1 aðalega í formi ESLint, Prettier og Stylint. En fyrir Git og GitHub þá byrjum við á því í fyrra að fara yfir það, þannig að það er hérna bara hérna fyrstu hérna köflunum í námsefninu, en það er þá sem við höfum hérna er bara hvernig virkar version control, hvernig sækjum við Git, hvernig klónum við, hvernig hérna búum við til Git repo, hvernig er svona stóra myndin af því, hvernig Git horfir á skrár og svo fórum við við fórum í svona remotes og svona hvernig þau virka, hvernig er að vera með Git repo á vélinu okkar versus að vera með hana annar staðar, til dæmis hjá GitHub. Og svo notum við aðeins branches í verkefnum í hópverkefnum í vefforritinu 1 í fyrra, þar sem var svona krafum að þið verðið að nota pull requestur. En það er eitthvað sem ég mun kannski nota meira núna, er að nota branches að einhver leiti. Ég veit að samt ekki það er svolítið mega lítið sens þegar ég bara gera eitthvað einn, en ég kannski reyna mun eftir að gera eitthvað sem að sem nýtir það. Og síðan þegar við förum að vinna þetta og erum að vinna saman, þá erum við að lenda í því að einhver er búinn að breyta skjali A og einhver annar er búinn að breyta skjali A og Git getur ekki fundið út í hvernig á að samtvinna þær breytingar og þá fáum við svona þessi merge konflikt og það er eitthvað sem getur verið mikill hausverkur þegar maður lendir í fyrst svona einhverju alvöru og maður sér allt í henni bara fullt að búa að setja svona merge konflikt markera þú veist hvernig á maður að vinna úr því. Það er bara, já, það er bara eitt af því sem maður það svona að læra inn á, en maður getur svona losa sig við svolítið af þeim vandræðum með því að nota sínar eigin branches og nú mergea við main branchið reglulega til þess að þetta sé ekki eitthvað svona nú ætla ég að fara í burtu að vinna mínu branchi í 2 vikur og svo kem ég aftur inn og þá er allt búið að breytast og ég þarf að gera rosalega mikla breytingar að vera að gera þetta svona í skrefu, svona skref fyrir skref. Og síðan svona hvað er það að búa til eitthvað svona commit sögu, hvað þýðir það að skrifa eitthvað commit og hvernig getur það hjálpað okkur ef við ætlum síðan að fara að leysa einhver vandamál seinna meir, hvernig komist að því hvar var þessi buggur eiginlega til. Þannig að ég ætla að reyna að hafa það svona aðeins að baka eyrun að svona vinna og kannski vinna eitthvað verkefni svona hægt og þétt í gegnum þetta, í gegnum hérna áfangan þar sem við fáum einhver tækifæri til þess að nýta þetta. En þetta er bara eitthvað sem kemur með reynslunni, bara að skrifa commit message og svona hvernig við höfum því. Svo erum við HTML og það eru 3 svona partar hérna sem að ætla að renna yfir. HTML er í grunninn ekkert svakalega flókið, þetta er cirka svona 1,5 vika sem við förum í vefforritinu 1, en fyrsta er í raun bara þessi mörgu element sem við getum valið úr og hvernig þau eiga sér alltaf einhverja merkingu og hvernig þessi merkingafræði, þessi semantík kemur inn í það að vera að vinna með HTML og að velja rétt semantic element utan það sem við erum að gera og búa til rétt HTML tré. Það sem við erum að vinna með vöfrum sem eru bara búin að vera til í 30+ ár og þeir eru hannaðir þannig að þeir eru alveg eins mikið backwards compatible og þeir geta, þannig að þeir munu birta eins mikinn skít og hægt er og gera það eins vel og þeir geta. Þannig að þetta er ekki eins og við skrifum eitthvað forrit í einhverju statically typed máli og það bara birtist ekki neitt, það mun alltaf eitthvað birtast, en það getur verið svona subtle vesen í því ef við til dæmis lokum divi of snemma eða lokum uli og áttum að við loka divi og við fáum svona eitthvað sem birtist en er ekki alveg rétt og það getur verið svona leiðilegir buggar til þess að hérna elda uppi. Þá getum við notað HTML validatorinn til
til þess að leysa þetta og þetta getur blætt yfir í að vera eins og þetta sé eitthvað CSS-vesen en þetta var í raun og vera eitthvað HTML-vesen og svona. Þannig að HTML svona einfalt en notum smá virðingu þegar við erum að nota þetta aðeins flóknar en við höldum og það náttúrulega að nóg að taka hérna að nota og smíða HTML alveg rétt. Og þá líka að skrifa HTML sem þá sem sagt, gilt, sem validator eða svona og subbulegt hérna, þá kemur þetta inn í svona hvað snyrtilegu kóði og hvað ekki snyrtilegu kóði og þetta mun eiga svolítið við svona sérstaklega í fyrsta verkefni þar sem við munum í raun smíða forrit sem að outputið úr því HTML þar sem við erum að búa til svona einhver sniðmátt þar sem við erum að setja inn HTML og birta þau. Þannig að við erum að búa til forrit sem býr til HTML í staðan fyrir að skrifa HTML sjálf þá erum við hei, hvað við getum gert forlíki til þess að búa til HTML í staðan fyrir að skrifa aftur. Við ætlum að gera það. Mjög svona einföld tól eða svona, við ætlum ekki að vera að nota neinn svona einhver fyrirfram skilgreind heldur bara til þess að þetta rifja upp hvernig við skrifum HTML og hugsa þess meira þetta. Og svo að lokum svona að það með aðgengismál að alltaf þegar við erum að smíða eitthvað á vef sérstaklega þegar við erum að smíða vef sem eitthvað sem opið bara fyrir alla að hafa í huga hvernig hvað þarf að gera með aðgengi. Og þetta eru ekki margar reglur eða svona þumaputtareglur sem við ættum að hafa í huga en það mjög auðvelt að gleyma þeim. Og sérstaklega þegar við erum að nota eitthvað svona eins og React að það sem mjög einfalt að gera svona villir eins og já, hér ég með div og ég ætla að setja on-click handlera divið. Sem þýðir það að lesvél mun ekki geta gert neitt við það því að div ekki interaktíft element. Við ætlum að vera að nota button eða aref eða a-elementið. Þau eru interaktív. Og það mun í raun virka alveg fyrir okkur og menn við erum að prófa það með mús og svona en leið við fyrir að reyna að nota lyklaborð til þess að fókusa á það eða nota eitthvað eins og skjáleysara þá mun það ekki virka eins og við myndum halda. Þannig þá þetta athuga geti tappað, geti nota lyklaborð til þess að nota vefforritið sem ég er búin að búa til og svo fyrir aukastig að nota eitthvað eins og VoiceOver eða TalkBack eða NVDA á Windows til þess að hlusta á vefinn. Síðan fyrir CSS þá svona í grunninn þetta box-módelið hvernig teiknar CSS og horfir það á element á skjánum og hvernig normal flow með block og inline hver munurinn á block og inline þetta alveg svona fundamental partur á því að nota CSS og nota hver stærðin hver munurinn á margin og padding hvað border, hvernig hafa það sé og hvernig stærðin á elementinu sem slíku hvað gerist þegar við breytum width, hvað gerist þegar við breytum min width eða max width hvernig helst þetta í hendur síðan þegar við erum að fara að skoða responsive og hvernig virkar það saman og þá náttúrulega ég gleymi að taka responsive sem ætti að vera. Svo Flexbox sem ég mun líklegast nota mest þegar þér að grípa eitthvað, ég ætla að gera eitthvað smá viðmóti eitthvað og þið getur samanskapið notað að ég ætla að láta bara eitthvað raðast á síðuna og þá Flexbox sem mjög þægilegt að nota og svo erum við grid sem þá meira svona, ég er með eitthvað layout, ég er með eitthvað svona alvöru layout þar sem ég er að hugsa eitthvað, hérna einhver header, hérna eitthvað sem á að vera vinstra megin eða hægra megin eða skipta sér 3 saman í röð og eiga svo kollapsast niður í 2 í minniskjá og niður í 1 og þá grid mjög svona stóra myndin á meðan Flexbox oft svona, ég er með einhver takkin er með icon og hann líka verið með einhver texta og þá vera svona padding og það á ekki að flæða allt saman og þá notum við Flexbox grid fyrir heildina og þá aftur Flexbox, þetta ekkert svakalega mörg CSS property sem við erum að breyta en hvernig þau interakta saman svona, maður þarf alveg að rifja upp sérstaklega eða langt síðan við notuðu Flexbox svo glemdi ég að setja þann inn sem ákveðin áfællisdómur yfir mig sem bara skalaleg vefhönnun eða responsive sem þetta hvernig búum við til vefi sem að virka vel í smáum tækjum upp í stórtæki, upp í ennþá breiðari skjái eins og bara almennilega
ekki 10-80 skjávarpa, heldur svona einhver almennilega svona 4 kjá skjái þar sem allt inn opnar eitthvað, ef við opnum sem við á skjá og það bara eitthvað, wow, þetta er bara eins og krækir bara í helviti, þú veist, þá er þetta að hugsa, þú veist, responsive er ekki bara að láta þetta líta vel á símum, þetta er líka að láta þetta líta vel út á stórum skjám og þeir eru náttúrulega að verða bara miklu meira miklu ódýrari og miklu meira útbreiddir, þú veist, og já, þannig að þetta er svona CSS parturinn og nú ætla ég að sjá hvort ég sé nokkuð að gleyma ykkur hérna. Nei, þetta er nú ekkert, þú veist, þetta er, já, nei, CSS, mjög skemmtilegt, en það er ekki alla. En þá er það bara því að þeir eru ekki búin að gefa því nógu miklu athygli. Hérna í JavaScript, það sem að á kannski helst við fyrir okkur er þessi ósamstilta, hérna, forritun eða asynchronous forritun sem er þetta, ég er að keyra forrit sem það keyrir ekki bara á einum tímapunkti. Það er eitthvað svona, það er einhver keisla sem á sér stað í byrjun, þá setjum við upp ýmsa hluti. Við sækjum einhver gögn yfir networkið, við bindum event handler við einhverja takka. Við gerum hugsalega bindum event handler sem sækir eitthvað yfir networkið við einhverja takka. Og hvernig þetta síðan spila allt saman. Og hvernig það að vinna með forrit sem eru í raun bara svona keyra á einhvern tíman eftir því hvað gerist, er svona annar hugsunarháttur en bara eitthvað forrit sem keyrir bara beint í gegn. Síðan HTTP og form, og þá form sem bara form elementið og það að geta valið, þú veist, er ég að vera að nota input, hvaða típu af input, að nota select, að nota textarja, hver er munurinn á þessu, hvernig tek ég við, hvað þýðir, þú veist, að submitta formi, hvernig tengjum við það við HTTP, svo get og post, svo munum við skoða fleiri svona verbs í HTTP, svo Ajax eða bara fetch og tengt í JSON, hvernig eigum við í svona network samskiptum með JavaScript og þá bæði á client side, hvernig sæki ég einhver gögn sem er svona seinustu verkefnin úr Web41 yfir það, þú veist, hvernig ger ég það síðan á servernum, hvernig ger ég ætla að búa til server sem ætlar að sækja þessi gögn og vista þau og lesa þau í gagnagrunn og keyra einhverja greiningu á þau og birta þau síðan á vef. Þá er í raun þessi fetch er í raun það sem við erum, þú veist, við erum að stefna að því að það er bara notað allstaðar í JavaScript heiminum. Komum nánar inn á það í næstu viku og síðan að nota ESLint og Prettier fyrir svona þessi atriði sem að við nennum ekki að vera að tala mikið um, svona eins og, hey, notaður rétt bil þegar þú varst að formata kóðan, settur semikomuna rétt, þannig að við getum nota ESLint og Prettier til þess að bara svona automata þetta að öllu leyti og hugsa frekar eitthvað svona skemmtilegra eins og, hey, er forritið okkar að gera rétta hlutin, hey, þú veist, getum við gert það einhver betri máta, ekki detta í að hugsa svona smotterís pælingar. Og þá koma svona ESLint eða svona linterar bara mjög sterkir inn, það sem er bara tól, það sem við gefum okkur einhverja reglur og svo bara sér tólið að segja, hey, þú braust regluna, laga það og svo er það komið í lag og það er betra. Og þetta er svona static analysis á kóða. Þannig að þetta horfur á kóðan sem hann er ekki í keislu og segir, hey, hann lítur ekki rétt út. En svo ætlum við að skoða líka í næstu viku svona hvernig við gerum það þegar forritið er svona undertest að það sé, við erum að búa til einhver föll eða klassa eða eitthvað og við ætlum bara aðtuga, hey, ef ég setja inn A þá ég fá út B, ok, ég fekk út C þá er auðvitað eitthvað að, þannig að hvernig getum við gert próf sem keyra á það. Ok, braka svona skemmtilega þessum stól hérna, kannski heyrið það ekki, það kemur kannski fram á upptökunni. Þannig að þetta er svona námsefni sem ég mæli með að þið skoðið, en þið getur líka bara flett upp ef ég nefni eitthvað eða eitthvað. Ok, en seinasta verkefnið í Web41 í fyrra var í raun að nota fetch til þess að sækja gögn úr vefþjónustu, við skoðum hvað var hérna og það var API hjá Open Library sem sækir fullt af einhverjum gögnum bækur og við vorum að birta þau. Þannig að ég ætla bara að fara hérna þessi sýnilausn
og ég get farið núna hérna og hér ég með SSH og ég með þennan möguleika hér af því að það sem ég búin að gera á minni vél ég búin að fara og búin að búa til SSH leikil á tölunum minni og búin að fara í GitHub og setja public partin af SSH leikilum mínu inn á GitHub. Svo með private leikinn á minni vél sem þýðir að ég þarf aldrei úr terminal að auðkenna mig á móti GitHub. Þannig ég get bara tekið þetta og ég get farið hérna í iTerm sem bara terminal clientin sem ég nota. Ég stækka hann bara hérna og höfum hann bara svona og hérna bara þetta, þú veist, ég bara í mínu public möppu, ég get nota hérna cd, þú veist, eitthvað til að fara á rótina í vélinni, þá eitthvað hérna, ég get alltaf geta cd tilda til að fara aftur í mína möppu, home directoryið mitt og hérna get ég bara farið í eitthvað svona klassist, ég ætla bara að fara á desktop og ég ætla að búa til möppu sem heitir vf2, ég ætla að fara inn í hana og ég ætla að gera git clone og setja þessa slóð. Þannig að sæki ég bara þetta verkefni og klóna þá þetta. Og ef ég fer inn í þetta og gerir git status þá sjáum við að ég bara up to date við origin, main og origin þá remote sem GitHub. Við getum git remote _waff og þá sé ég hvað origin bundi við og það bundi við GitHub bæði til þess að fetcha, til þess að sækja upstream, ég að sækja þetta ofan úr önni og ef ég vil íta þessu til þá það líka að fara á GitHub. Ef ég ekki með SSH leikil þá fæ ég þessi hérna slóð og þá nota ég þetta og þá þarf ég einhvern veginn að auðkenna mig eftir því sem ég geri. Ég mæli með því að setja bara upp SSH leikil á vélinni ykkar, fylgja bara leiðbeiningunum á GitHub og þá þetta eitthvað sem þið þurfa ekkert að spá í og bara mjög þægilegt. Bara fullkomið öryggi hérna milli og já. Ok, þannig að núna ég komin inn í þetta verkefni hérna, þannig að ég get séð, ok, það eitthvað hérna, ég get notað Visual Studio Code, gert hérna code.punktur og þá opnar það Visual Studio Code í þessu verkefni. Ég með, ég með eitthvað extensionum hérna, það sem að þetta verður með editor config, ég ætla að skrifa hjá mér hérna svo ég minni. Sem ætti að vera innstöluð, sendi okkur lista ok og það með git blame, þannig að ég sé hérna ef ég fer í eitthvað hérna þá get ég séð, þá kemur þessi hérna gaur sem segir ég gerði þetta fyrir 2 mánuðum síðan. Ég sé það líka hérna niðri, ég man ekki hvort hvað, annað heitir git hitt geti verið git lens en þú veist þetta bara ég er búin að setja svo mikið að ég man ekki alveg nákvæmlega hvað já, svo ég með ESLint hérna á editor config ekki sett upp hérna en editor config sem sagt það sem við sjáum til dæmis hér sem skjal sem passar upp á það að þegar ég að vista skjöl þá sé passað upp á að það sé consistent indention stíl það 2 space end of line ætti að vera LF karakterinn en ekki CRLF sem hann getur verið á Windows þannig að þetta gæti hjálpað ykkur með svona inconsistency á milli Windows þeir að vinna hópverkefni saman með einhver sem eru Windows og Mac getur lent í vesinni fá auka final new line sem oft gott ef þið gerir það ekki þá fáið þið svona stoppmerki stundum í GitHub trim trailing white spaces og eitthvað svona þannig að þetta gerir það verkum að ef ég með já, ég ekki með hérna en ef ég með hérna í þessu repoi finn ég eitthvað hérna bara þetta og ég setja eitthvað bil hér og ég vista skjalið og það virkar ekki okkur ekki byrjum við ok geggja dæmi nei já, það er ekki á Markdown joke, þannig að það er tekið af því þannig að við förum eitthvað eins og hingað og gerum svona og þá hverfur það sama ef ég setja þetta þá kvartur hann yfir hérna ESLint reglan að það eigi að vera new line og ég vista og þá fer hún nei það byrtist hún það að segja
þannig að þetta er það sem editor config gerir og sjá og svo kannski nefni ég eitthvað meira þegar já, prettier þannig að nefna það bara hérna svo eftir og annan ætti ekki að þurfa ok, þannig að hérna er ég síðan með package.json skrá og prettier að kvart yfir einhverju já, prettier er kvarta út af því að það er ekki búið að keyra npm install og það er akkurat hérna þar sem að þessi package.json skrá skilgreinir er í raun þessi dependency sem er þessi pakkar sem ég er búin að setja upp til þess að geta keyrt þetta verkefni og sjá, ég veit ekki okkur pyn fyrir þarna en allavega hana, þannig að ég kem inn og ég er með Node sett upp og það er í einhverju ákveðni útgáfu ég er með Node 16 en ég ætla að nota núna Node 18 þá er líka með eitthvað sem heitir NVM sem er Node Version Manager sem bara leyfir mann að setja upp alls konar útgáfur á Node og ég ætla að segja Node NVM use 18 og þá fer ég yfir í NVM skiptir yfir í Node 18 og npm 8 þetta er til sem NVM Windows sem leyfir okkur að gera þetta þetta er líka annað forrit sem heitir N sem er þetta að nota líka og það eru fleiri leiðir til að gera þetta síðan er ég hérna með package lock.json skrá þar sem hún gerir í raun að frista allt dependency tréð fyrir öll þessi dependency við munum aðeins fara nánar í þetta næstu viku en ég keyri þá npm install eða npm i til þess að sækja allt sem að ég er búin að skilgreina í þessu hérna að ég þurfi til að keyra þetta verkefni það er browsersync, ESLint og svo eitthvað config fyrir ESLint og prettier og svo prettier fyrir aðeins meirum hérna allir með sér svo hvað þýðir þetta? Akkur er eitthvað rautt hérna? Er eitthvað að? Og núna get ég sem sagt keyrt þessar skipanir sem eru hérna inn í þessu scripts keyrt npm run dev þá fæ ég browser sync sem keyrir eitthvað hérna og gerum svona og þá fæ ég raun verkefnið ég get gert eitthvað hérna og ég get leitað og ég er ofur hægu vefþjónustu fengið einhverjar bækur tilbaka svo get ég keyrt hérna og hérna það sem ég mæli með núna þegar við fyrir mér að keyra mikið svona server og þetta og þegar ég byrjaði aðeins á þessu í þessum verkefnum í Webfortune 1 en er að nýta hérna terminalið og við getum splittað því hérna í tvennt já, ok, ég þekka reynilega að taka upp ég var eitthvað fyrkt í pyn hérna þannig ég get keyrt þetta upp og fengið þá annað terminal hér og get þá keyrt hérna npm run lint eða ef ég vildi installa einhverjum packageum eða eitthvað þá get ég keyrt það hér og verið þá með báða hérna og svo það sem ég er að vinna í hér mótið því að vera með eitthvað hér og vera svo alltaf á milli og alltaf á milli browsersins það var svo þægilegt að gera þetta svo er mér að gera svona ég get tekið þetta bara og dreigið þetta yfir í þennan hérna og geta haft þetta líka svona svona og verið þá með þetta hérna þetta getur til dæmis oft verið svolítið næs geta bara setja þennan ykkur niður alveg og svona það eru nokkrar leiðir til þess að keyra þetta ok, byrjum hann aftur hingað og já þannig að hérna er bara eitthvað HTML skjal sem að startar ykkur upp og aðlega kannski bara fara aðeins hérna yfir í þetta hérna er bara eitthvað svona alveg vanilla client-side JavaScript sem að keyrir og býr til þetta layout og hér er sett upp í VS Code að þegar ég vista þá að formata og þá að keyra fix all á allar ESLint villur sem hægt er að fixa sjálfkrafa og það gerir að verka maður getur verið bara svolítið svona aggressífur í hvernig maður er að forrita ég get verið eitthvað svona og þú veist ég sé hérna já ok,
þetta ekki notað og getur gert eitthvað bil hérna eitthvað svona og ok, þetta aldrei notað, núna ef ég vista þá lagar hún alltaf þetta hérna, þú veist, það ekki að vera 2 bil, það bara vera 1 bil hér, þetta ekki rétt indentað, þetta fer bara svona og þá stendur eftir í raun eina villa sem ekki hægt að leysa sem þetta að, þú veist, ég nota aldrei bar. Þá get ég sagt hérna export og þá allt í einu það því að nú ég að exporta þessu, skoðum það aftur hérna í næsta tíma. Þannig að þetta gera verkum að þið eru minna að eldast við það, kannski þegar lent í því, við erum búin að skrifa eitthvað forrit, það virkar, svo keyri ég hérna npm run lint og þá allt í einu fáið þið 600 villur og eigið næsta klukktíma líf ykkar í það að leysa eitthvað svona sem alveg ótrúlega leiðilegt. Þannig að gera þetta bara jafnóðum og setja þetta svona, bara vista og þetta laga sig sjálf og verða þá bara eftir með svona hluti sem eru, ok, já, byrju, ég bjóð til þetta fallin í kalla hvergi í það. Ætti ég að vera kallið það og ég bara henda þið. Svona sem eru aðeins svona stærri og áhugaverðar spurningar en hérna, þú notaðir 3 bil en ekki 2. Þannig ég mæli mikið með því að þið hérna, setja þetta upp og setja upp prittir í verkefnunum og ESLint. Þannig verður í raun krafa í verkefnunum að gera það til þess að bara skrifa svona einhæfari en svona unified kóða. Ok, þetta svona mjög hröð yfirferð yfir svona það sem að þið þurfa að hafa undirbúið fyrir næsta tíma. Það er að segja að geta keyrt eitthvað af GitHub, geta verið með Visual Studio Code og hérna geta síðan sótt eitthvað dæmi sem ég mun setja fyrir og þið mun síðan vinna áfram í. Einhverjar spurningar? Ok. Það er svona smá, ég er með þess að uppsett hérna svona ligatures sem að eru til þess að þetta hérna. Þetta er í raun og veru jafntómerki og svo stærnmerki en saman það sett sem svona falli píla. Sama ef ég geri 2 jafntómerki eða ekki jafntók þá verður það að actually hérna ójöfnu merkinu. Sama ef ég geri svona þá fæ ég 3 línur og eitthvað meira svona sem að kemur stærn eða jafntók. Og þetta er sem sagt, ég er með 4 kód, þetta er svo lítið allt saman hérna, já, operator mono og 4 kód, ég held að þetta sé 4 kód sem er að kicka inn hérna, ekki operator mono og það er alltaf bara svona gaman að dunda og setja upp editorinn, ég reyndar aftur að porta yfir nokkrum breytingum sem ég var að gera hérna því að ég er ekki með þetta að synka alveg sjálfkrafa, ég þarf að gera það sjálfur eða þú veist, manually þú veist, eins og hérna hafa einhverja línur þú veist, ég er með línu þú veist, ef ég fer hérna í ekki það sem ég ætla að reyna að sjá opna hérna user settings þú veist, þá er ég með rulers sem eru þessar hérna línur sem segja bara ok, þetta eru 50 karaktera bili hérna 80 og svo út af skjánum eru þegar ég komin í 100 þá veit ég bara svona cirka bara svona orientera mig hvað er langt ég er með kveikt á ligatures þú veist það er hægt að slökkva það líka þú veist og eitthvað ég veit ekki hvað helmingurinn að þessi hérna, eitthvað gamalt eitthvað sem er dottið út og eitthvað svona en svona að stilla tólin sín setja upp extensions, læra á code editorinn þetta er allt svona þetta getur verið svolítið svona fidget, svona maður getur verið svolítið að leika sér, þú veist, ég á að vera að gera eitthvað annað en ég er að fikta í þessu, en þetta er samt sem aður er þetta líka bara, það er gott að kunna tólin sín, en bara þetta er svona fín lína, hversu lengi á ég að vera að fikta við að gera þetta get nice, velja eitthvað color scheme og eitthvað svona. Ég hætti að nenna að vera eitthvað svona, þannig ég nota bara þessi sem eru, mér finnst þessi dark og light, bara þessi plus default, ég nota þau bara, það er ekki að vera eldast við eitthvað, en það er til alveg hellingur, þið getið alveg eitt löngum tími í þetta. Og ég eitthvað smá tími líka hérna eða þú veist, ég notaði bara frá einhverjum þú veist, setti upp hérna, þú veist, ég er að nota það heitir hérna OMySeashell eða OHZ og ná Seashell skilina og ég er að nota
þema sem heitir Agnoster Multiline reyndar, sem hann leyfir mér að fá sett svona í 2 línur. Ég sé ef ég er inn í Git repo-i, ég sé að það kemur punktur ef ég er með einhverja breytingar, ég er ekki í hreinni repo, þannig ef ég fer núna hérna þá hverfur þetta, ef ég fer aftur inn í þetta þá sé ég þetta hérna og ég er á main og eitthvað svona, og svo er þetta að stilla þetta hérna meira, þú veist, maður getur kollapsað þessu og eitthvað svona þetta dunda við þetta, setja upp aðra terminala og eitthvað svona. Já, þannig að þetta mun bara vera meira svona, ég mun vera bara gera eitthvað hér á forrita eitthvað tengt því sem við erum með í verkefninu, ég mun kynna verkefni og við munum halda áfram og gera eitthvað skemmtilegt saman. Ok, einhverjar spurningar í lokin? Ok, þá bara let's go!